Já, góður hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu á fimmtudegi. Það tekið að hausta svolítið í Reykjavík og það svalt. Veturinn svona ekki að koma, það langt í hann, hausti getur verið langt. En og kórónuveiran svona hún bara lullar þarna einhvers staðar. Það svona hvorki nýja, hún hvorki að rísa nýja að gefa eftir og kreppan svolítið þannig líka, við að tala það, að þetta kreppa sé komin og svona, þá það kannski fæstir sem hafa tekið eftir henni. Sumarið var skárra heldur að fólk bjóst við, en það svona uggur í fólki að framundan sé nöpur kreppa. En við ætlum ekki að tala það, við ætlum ekki að tala Reykjavík, við ætlum að tala Bandaríkin, þar sem allt upp í loft, þar náttúrulega kórónafaraldur eins og hér, miklu verri en hér, og þar mikil kreppa. Það mikil átök á stjórnmálasviðinu, það slegist á götunum, það mótmæli, það allt upp í loft. Og til þess að fá einhverja svona tilfinningu fyrir Bandaríkjunum, þá hef ég fengið hingað til mín að Rauðaborðinu 2 góða menn sem báðir hafa búið lengi í Bandaríkjunum. Það Einar Gunnar Einarsson leikari og Magnús Sigurðarsson myndlistarmaður. Velkomnir. Takk. Heyrðu, mér langar nú bara að byrja að spyrja svona opið og eins og ykkur sem ekkert veit, sko. Hvernig upplifir þú það, Magnús? Hvað að gerast í Bandaríkjunum? Hvernig ástand þetta? Þú myndir lýsa því hvernig það birtist þér. Þess að þú ert í Flórida, það ekki? Jú, ég reyndar þessa stundina í Dallas í Texas út frá svona persónulegum málum. Við erum að En samkvæmt fréttum í pólitíkin þetta bæði mjög spennandi fylki, bæði Flórida náttúrulega svona swing state. Jú, bæði kórónafylki. Já, bæði þar. Bæði kórónafylki, en þetta, það sem að gerast eru kosningar og þá umbreytist allt fjölmiðla umhverfið. Þannig að litlir hlutir eins og einhver smá þyrpinga fólki á einhverju götuhorni skilur, það verður allt í einu rosalega mikið. En skilur, eins og að því ég núna akkurat í Texas, þá hvirfilbyljurinn hefur miklu meiri áhrif á allt saman, en sko, þetta eru líklega mikilvægastu kosningar í Suður Bandaríkjanna, þannig séð, allavega á mínum tíma hérna. En ég veit ekki að upplifa eldri tíma, en það svona grunnlagskipting á öllu. Það skiptir engu máli hvað ber upp, það bara annarkvort það demokrata hliðin eða republikana hliðin. Og sko, ég hef aldrei upplifað Bandaríkin sem svona rosalega tvískipt. Það ekkert annarkvort, það bara annarkvort eða. Alltaf 2 valkostir í boði, og annarkvort velur þetta eða hinn og þá yfirleitt út af ykkur allt öðru heldur en kannski hvort það sé viti. Já, og þú gerir það með trukki. Þú ert ekki að gefa séns á að breyta þínu, eða skilur, það enginn að reyna að breyta, það bara að vera að hamra á ákveðnum forsendum sem eru gefnar og þar af leiðandi skoðun þín á málinu þessi. Og kemur þetta þá upp í samtali þínu eiginlega við flesta sem þú hittir og áttu ykkur samskipti við? Erfitt að fara svona í gegnum einn dag á þess að lenda í því að einhvern veginn að ræða kosningarnar eða öll þessi mál sem í gangi út frá? Nei, það bara fjölmiðla, eða skilur, þú kveikir á sjónvarpinu og þar sérðu það. Í daglegu lífi þá verður ekkert rosalega mikið varðið þetta, þannig séð. Fólk kannski leitt að þessu, það þannig? Já, ég til dæmis hættur að horfa á eða skilur, ég verð svo reiður að ég get það ekki. Þannig að þú reynir að finna einhverja umræðu grundvöll fyrir eitthvað allt annað í rauninni. En skilur, þetta auðvitað gegnum sýrt í gegnum, skilur, að ég var núna í 2 daga að keyra frá Miami til Dallas og þetta sko Bible-beltið, þannig að þú hlustar á útvarpið og það
NPR, það dettur út, þannig að þú endar uppi á einhverjum kristnum stöðum og sko hlusta, eða skilur, þetta svo markvisst og massíft svona þessi sko bakgrunnsljómur sem sagt óerðir verið að skemma, sko ekki þessar kristnistöðvar tala ekki hinn fallega Trump, þau tala bara illa allt hitt. Þannig að þú lagðir kannski að stað sem stuðningsmaður Biden og svo frelsaðistu þarna eftir 2 tíma í kristnistöðunum, eða hvað? Nei, eftir 8 tíma. 8 tíma heilaþvott. Einar Gunnar, kannastu við þessa lýsingu hjá honum? Er þetta ástandu í landinu? Þú ekki í Suðurríkjunum, þú ert þarna í New Jersey, í Norðausturíkjunum? Já, ég einmitt alltaf að segja að ég blessunarlega laus við þetta kristnihald þarna fyrir sunnan, sko. Já, vissulega, sko, ég meina, þetta eru tímar sem að ég átti aldrei von á að upplifa hérna í Ameríku, sko. Ég meina, ég kom hingað með stjörnur í augunum og taldi allt amerískt vera gott og fallegt og þess virði að vera partur af því, sko, og flýt mína fjölskyldu hingað. Og í mörg ár var þetta allt bara í stakasta lagi og svo bara núna allt orðið sjóðvitlaust síðasta áratuginn eða 2. Og maður veit bara ekki hvort fótinn maður á að stíga, sko. Og ég alveg hjartanlega sammála Magnúsi, ég þori ekki að opna fyrir sjónvarpið lengur, sko, vegna þess að ég bara, annarkvort græt ég eða orga, sko. Og hvort er gott, sko. Já. En þessi munur á því sem þú sérði í sjónvarpinu og umræðunum sem eru þar og svo samskiptir þú oft bara í daglega lífinu. Getur það verið þannig að þessi sjónvarsveruleiki sé bara eitthvað svona skán ofan á einhverju samfélagi sem að kannski allt öðruvísi en þarna birtist? Það geti vel verið að raunveruleika sjónvarp Trump komið í sem sagt, hvað kallið þetta, miðströmsmiðlana, sko. Það kann að vera. Ég nú þannig, það stendur þannig á hjá mér að ég vinn heimanna frá mér, sko. Þú mentist það, ég leikari, já, það ekkert að gera í leiklistinni núna út af COVID. Og já, þó ég segi þannig ekki að það smávegis að fara í gang en allavega ekkert sem nær til mín. Þannig að ég ekki mikið innan annað fólk heldur konuna mína og svona helstu vini, sko, og svo vil til að þeir eru vini mínu vegna þess að við erum sammála flesta hluti. Og fyrir vikið að þá maður verður maður ekki mikið var í mannlegum samskiptum við hvað ég að segja, við ergilegheitin, sko. Þau eru helst á samfélagsmiðlum, sko, og ég sver það daglega, ég verð að hætta þessu að fara inn á Facebook eða eitthvað af þessu, en svo slæðist maður inn á og svo bara hálftíma seinna að segja, nú fer ég út og skýt mig. Þannig að það er eiginlega helst þar sem að þessi ergilegheit koma upp og grassera og eru hvað verst vegna þess að það tala að þú sett svona lokaður inni. Ertu til að segja okkur svona bara hvernig, sko, COVID-faraldurinn og aðgerðir gegn honum birtust þér og þeim stað þess að þú ert á? Eins og sennilega flestum öðrum stöðum, sko, þá var maður skítrættur í byrjun vegna þess að enginn vissi eitt eða neitt og þá voru nýjar fréttir daglega og síðan voru þær dregnar tilbaka daginn eftir. Þannig að maður var, já, eins og ég segi, skítrættur. Það var farið út fyrir hús í það að versla, eingöngu til að versla í matinn og það var verslað fyrir vikuna, jafnvel 2 vikur í senn og maður var með allt fyrir vitunum sem að maður gat fundið og tvöfalda gúmmíhanska og hvað og svo fór maður í sturtu að koma heim. Þreif meira að segja matvarningi, sko, og svona smátt og smátt, þá svona fór nú að koma heil brú í þetta allt saman og nú þetta, já, maður náttúrulega, maður ekki sama, maður passa sig, en við förum, ég meina, kona mín vann heima í 6 eða 8 vikur, sko, þar til hún loksins þorði að stíga fæti í vinnunni aftur og núna hún svona 2 daga, 3 daga í viku í vinnunni og hina dagana heima. Þannig en allt meira minna lokað, svona veitingastaðir, bíó? Já, bíó eru öll lokuð að því ég best veit, veitingastaðir. Almenningsgarðar lokaðir, ég sá það eitthvað tíma, fólk bara rekið úr almenningsgarðanum? Nei, almenningsgarðar hérna eru opnir. En það óskað eftir því að þú berir grímu eða maska eða hvað þið kallið þetta hana heima, sko. Og fólk fer eftir því svona
80%. En hérna, það eiginlega, já, eina sem að hérna á okkar svæði, það er greinilega ekki nógu mikið af svona hérna, sjálfstæðu fólki hér vegna þess að hér setja menn á sig maska þegar þau fara inn í súpermarkaðinn og haga sér skikkanlega og þar framtökutum og reyna að halda sér í burtu frá öðrum eins og þeir mest geta. Þetta er náttúrulega þröngar vistarverur, sko, þannig að það er ekki hlaupið að því að stíga þennan 2 metra radíus í kringum fólk, sko. En faraldurinn, hann geisaði mjög svona, hvað segir maður, hart á New York sem er í nágrenni við þig. En þar náðist svona ágætlega tök á stöðunni og það er eiginlega minni faraldur í New York heldur en víðast hvar í dag. Hvernig er staðan hjá ykkur? Það er mjög svipað ferli hérna ég get ekki sagt í prósentvís hvort þetta er sambærilegt við New York. En New York gaus upp og Connecticut einhverju leyti sem við köllum það Tri-State area og svo New Jersey, en það náðist af því að menn voru skynsamir hérna, það náðust tök á þessu að því liti til að kurvan var flott út og þetta leit allt saman vel út, sko, og svo held ég eins og hafi gerst á Íslandi meðal annars og náttúrulega flestum stöðum, sko, að menn heldur bara, já, þetta er annarkvort undir stjórn eða þetta er bara búið og við getum farið að hafa okkur eins og fólk aftur og fyrir vikið hefur verið svona smá uppsveifla en henn er haldið hérna í skefjum, engu að síður. En samt svona tiltölulega mikil svona trú á sóttvarnayfirvöldum að fólk er svona að bregðast svipa við, það er ekki svona glundróð eins og hefur verið í sumum fylkjum þar sem er svona gefið í og úr og kannski mikið ósætti viðbröðum. Já, ég get sagt á þess að ég sé hérna mannfræðingur eða félagsfræðingur að upp til hópa, og ég held að allir séu nú sammála um þetta, upp til hópa er hérna mannsöfnuður hérna á norðausturströndinni svona meira liberal og meira svona til í það að sína skynsemi frekar en að berja sér á brjóst og hérna vilja vera sjálfstæður, sko. Ég er ekki að segja að fólk hérna sé ekki sjálfstætt og vil ekki vera það, heldur það sér hérna finnur fyrir samkenndinni og mannúð og hérna tekur þátt í því sem að það er talið að sé gott til þess að stemma stigu við þessu, sko. Þannig að það er yfirgnæfandi hér finnst mér frekar en síðan þegar þú fer þarna suður fyrir á slóðir Magnúsar, sko, þar sem að menn hérna gæta réttar síns með byssum. Já, Magnús, er þetta svipuð svona reynsla af faraldrinum sjálfum eins og? Já, þetta er það sama nema hvað, sko, við lokuðum fyrr, sko, þegar austurströndin eða þegar Tri-State svæðið lokaði, þá við byrjuðum þess að snemma, eða Miami sérstaklega, eða Miami-Dade, að loka frekar snemma og héldu þessu svona niðri, en opnuðu allt og fljótt upp aftur og það fór allt í algjört mess. Það vissi enginn hvað ætti að gera. Ég og kona mín fórum í próf, við fengum aldrei niðurstöðurnar. Það bara, þú veist, systemið bara hætti að virka. Það gekk mjög vel til að byrja með New York og var í vondum málum. Þá var mjög fá tilfelli og sko, ströndin lokuð, allt lokaði, en síðan bara brast einhver stífla sem kom svona ofanfrá til DeSantis, sem ríkisstjórinn er republikani og það vill svo til að Trump á sér lögheimili núna í Florida, þannig að hlutir gerðust sem hefði ekki þurft að gerast. Miami eða Suður Florida þurfti ekki að fara í gegnum þetta svona, en það var svo mikil pressa að opna að flóðgátt bara brast. Því að Florida sem ríki er mjög furðulegt ríki, eða þannig, kannski nokkur ríki í raunni, en sko ójöfnuður í innkomu er hvað mestur í Miami af öllum borgum Bandaríkjanna. Að það
stór hverfi, stórir hluta Miami borgar eru undir, hvað segir maður? Fátækrarmörkum. Undir meðalagi, bara undir meðalagi, ok. Já, nánast á hungurmörkum, getum við sagt. Og síðan líka, og skilur, þegar kemur að, sko, ég auðvitað svona privilege hvítum maður, þannig að ég þú veist, þarf ekkert að díla við þetta á þessum grunni, en maður sér það að sko, þegar koma að þessu, þegar koma að þessar línu að sko, fyrsta lagi atvinnuleysisbætur, að sækja atvinnuleysisbætur í Miami og reyndar ríkisstjórinn hann viðurkenndi það að systemið var ekki byggt til þess að virka. Þannig að þegar þetta flóð kemur inn á kerfið, þá var kerfið byggt til þess að ná ekki að afgreiða alla þessar umsóknir. Og þá kemur upp staða að þetta spurningum að vera með grímu eða reyna að fá einhvern pening, þú veist, einkoma svo mikið hluti þessa fólks byggir afkomu sína á vikulegri ávísun. Og þegar þetta brostið, þá svona brotnar systemið. Og það ekki val það raunverulega að fara í sóttkví, heldur, var það bara að fara út og vinna? Já. Og á ýmsum stöðum og þar leiðandi bara, skilur, fór vísinn út allt. En síðan sendi ríkisstjórn Trump ávísun á alla, ekki? Sendi ávísun á alla sem var raunverulega hærri heldur en atvinnuleysisbæturnar, þannig að eitthvað hefur fólk fengið. Það var ekki nein biðröð eftir því, fólk fékk það bara automatískt eða hvað? Eða var það sömu annmarkarnir á því að þú þurftir að vera á atvinnuleysisbótunum til að fá það? Nei, það var ekki. Ég fékk það bara beint inn á bankareikning. En ég fékk bréf sko, með undirritun hans að hann hefði sendt mér transferað þessari upphæð inn á minn reikning og ég á það bréf ennþá. Allt honum að þakka. Nei, það voru hérna ýmsir snökrar á þessu, Gunnar, hérna með að deila út þessum $1,200 á mann sem var gert einu sinni og var talað að gert aftur áður en að Mitch McConnell setti hérna öldungadeildin í sumarfrí. Og það voru ýmsir hnökrar á því að þetta náði til fólks vegna þess að þetta gekk fyrst til þeirra sem höfðu hérna sett inn skattskýrsluna sína rafrænt og höfðu greitt eða fengið greitt hérna frá skattinum rafrænt líka, þannig að þeir fengu fyrst afgreiðslu á þessu, þeir sem höfðu gert þetta allt saman svona analógíst að þeir lentu margir hverjir í því að þurfa að bíða vikum saman áður en að nokkuð var úr þessu. Og ég hef ekki heyrt neitt þetta í nokkur tíma, þannig ég gerir ráð fyrir allir sem átt að fá hafi fengið, en það bara tók marga langan tíma. En svo ofan á þetta kom síðan hérna auka sportla frá hennu opinbera frá sem sagt ríkinu, federal government, auka $600 á viku í hérna atvinnuleysisbætur. Það eru fylkin sem eru ábyrg fyrir því að greiða atvinnuleysisbætur til fólksins og sá sjóður greiðir fólkið í af sínum launum, partur af þeirra launaskatti. Og þannig að þeir bættu við, hérna í New Jersey, og þetta mismunandi eftir fylkjum, sko. Sum fylki eru bara með nokkur $100 en aðrir, til dæmis New Jersey, ég veit ekki hvað þeir eru með núna, ég man fyrir 15 árum síðan fór ég á atvinnuleysisbætur og þá var það $560 á viku, þótti bara helviti fínt, sko. Þannig ég gerir ráð fyrir að það segjum 800 á viku núna pluss 600, þá er það fyrir $1,400 á viku, það er bara, vel hægt að komast af á þeim öðrum. Svo fremur sem okkar sótt þetta, sem náttúrulega voru áhöldum hjá mörgum. Þetta er New Jersey, þetta er miklu lægri upphæð í Florida. Já. En lokunin, hún náttúrulega bitnar helst á þeim sem að þurfa nauðsynlega að vinna
og eiga ekki neitt varasjóð að ganga á og fólki sem stendur veikast fjárhagslega. En það sem að kóróna faraldurinn sjálfur afhjúpaði líka var aðgengi að heilbrigðiskerfinu, að þeir sem að veiktust helst og verst var fólki sem að stóð verst. Þetta ennþá raunin í Bandaríkjunum að faraldurinn sjálfur bitni helst á þeim sem að standa veikast og eru kannski svona hálfpartið fyrir, við myndum segja hérna, fyrir utan hið formulega samfélag, fyrir utan heilbrigðiskerfið? Já, ef ég get svarað þessu strax þá for profit heilbrigðiskerfi eða gróða heilbrigðiskerfi kann ekkert hefur engin tæki til þess að takast á við faraldur. Því að í faraldri þá þurfa allir að vera í sömu kategóríu. En ameríska heilbrigðiskerfið, það ekki hannað fyrir það, bara hannað fyrir þá sem hafa efni á því, þeir fá frábært. Þeir sem hafa svona miðlungs, þeir fá aðeins minna og þeir sem ekki neitt, jú, þeir hafa aðgang en það svona, ég segi ekki lélegt en já, það svona beðraða dæmi og svolítið svona massív. Kerfi náði aldrei að utanum þetta. Það var aldrei forsenda til þess að amerískt heilbrigðiskerfi gæti tekist á við þetta af því að það ekki hannað fyrir það. En þetta sjáum við tölu, skilur við erum að tala það byrja 180.000 manns dauðir. En síðan vill fólk tala einhverja óeirðir í Oregon, skilur við þetta er sko epic failure. Það meinar að þarna í Kristjánstöðunum sem þú ert að hlusta á að það var ekki verið að tala þá sem var að deyja á faraldrinum, heldur var ógnin í Bandaríkjunum af einhverjum hópi á fyrir götu. Ekki einu sinni að biðja fyrir þeim. Já, ekki einu sinni að biðja fyrir þeim. Það var bara að vera að tala óeirðir í upplaust borgarkerfisins eða sem eru þetta bara, þetta sama aðferð og Nixon notaði að tala óeirðir stöðugt. Það að fá suburban konur til þess að hræðast og kjósa repúblikana. Viltu kjósa Trump og law and order eða viltu kjósa Biden og upplaust lögreglunar? Það valkosturinn sem að repúblikanar eru að stilla upp? Já, meðal annars undanfarin kvöld, já. Já, á stórsíðu, skilur. Ég bjóst ekkert við þessu frá hlustandi á þetta útvarp. En þetta allstaðar núna. Þetta er mantran, skilur við. Kosningarnir eiga snúast lög og rétt eða upplaust. Það er eins og Trump rammar þetta inn, já, og repúblikanar allavega á þessu, ég veit ekki hvort að þingmenn repúblikana taki endilega undir það. Sennilega fyrir eftir því hvort þeir eru fastir í sessi eða auðvelt með að ná endurkjöri eða ekki, sko. En já. Það engin spurning það að núna undanfarin kvöld á þing, á flokksþingi repúblikanaflokksins að þá liggur það ljóst fyrir að þetta annarkvort það alltaf farið til fjandans ef þið ef framheldur sem horfir og þið kjósið Biden sem á ekki eftir að gera nokkuð skapaðan hlut eða þið verðið bara að treysta Mr. Law and Order sko, til þess að koma og græja þetta. En hinum eina, þá það ef að Trump nær endurkjöri þá fer allt í fjandans. Annars verður það að kjósa Biden sem þá snúa aftur til svona eðlilegra lífs, eðlilegri Bandaríkja, eitthvað svoleiðis. Já, ég held að demókratar og ég réttilega, ég flokksbundinn demókrati að demókratar þeir réttilega að ramma inn kosningabaráttuna þannig að ef þið kjósið Trump að þá lýðræði búið, sko. Hann nú þegar búinn að grafa undirstöðunum, sko, ef hann nær öðrum 4 árum og þá bara á hann eftir að taka allt niður, sko. Það verður ekki aftur forviðið að það aftur að taka áratugi að komast aftur á það stig sem er ástæðan fyrir því að Bandaríkin eru til, sko. Þannig að já, lýðræðið er í hættu.
Og ég ætla bara að segja þetta. Ég einfalda þessa kosningabaráttu núna alveg niður í grunn einingu sína, sem þessi, sko. Það bara eitt kosningamál, og það ekki Trump. Allt annað bara hávaði. Skiptir ekki máli. Það skiptir ekki máli fyrr en vonandi að Biden komin í forsetastól, þá förum við að hita undir rassinn á honum og segja ok, við verðum að gera þetta, við verðum að gera hitt og vonandi þá koma þingmenn demokrata sem að vilja progressive demokratar, þá koma þeir og knýja sín mál fram, sko. En á þessu stigi, að mínu viti, þetta bara eitt kosningamál, sko, ekki Trump. Þannig að Trump svo stór hindrun að það umverulega tilgangslaust að tala stjórnmál, hvað ber að gera og hvað mikilvægt og annað slíkt. Já. Við eigum bara að fjarlægja hann og þá getum við farið að stunda stjórnmál. Þetta segir það? Já, þá getum við náð andanum aftur og farið að hafa okkur eins og skynsamt fólk. Samt, við getum haldið áfram að vera andurum meiði og ekki verið sammála hvernig á að gera hlutina. En allavega þá getum við haft gagnrýna og uppbyggilega umræðu það í staðinn fyrir þennan helvítis farsa sem að þetta raunveruleika sjó hans sko. Magnús, þú sagðir upp að þetta verið mikilvægt kosningar sem að þú hefur upplifað þá þegar þú flyttur út. Var það þetta sem varst að meina? Að það sé svo mikilvægt að losna við Trump til þess að bara bjarga líðræðinu í Bandaríkjunum? Var það þetta sem varst að meina? Þessi valkost? Já. Sko, já. Það hann búinn að gera alveg, sko, en ég svolítið hræddur við þetta. Þegar maður ber saman sjónvarpsdagskrána hjá þegar demokrata samkoman og núna hjá, sko, þetta slógan sem ekki Trump og síðan versus þetta annarkvort óeirðir eða lög og regla. Ég svolítið hræddur við þetta. Ég var ekki hræddur við þetta þegar demokratarnir komu fram með þetta og þetta voru frábæra Michelle og Obama voru alveg ótrúlega flott og svona kveiktu aðeins í manni. Biden kveikir ekkert í manni. Biden bara einhver svona, hann einhver, hann hefur eitt kost, svolítið svona eins og rísaðila. Hann hefur eitt kost, hann ekki Trump. Já. Hann hefur eiginlega engan annan kost. Hann hefur eiginlega engan annan kost. En ég alveg sammála, skilur, að þetta svolítið þetta. En sko, midterm kosningarnar, þær unnust á málefnum. Þær unnust á að tala lokalmál og heilbrigðiskerfið og svona hluti. Það sem þetta Trump eða republikanar eru big failure og náðu inn meiri hluta á þingi í gegnum ekki að vera endilega að tala alltaf Trump, heldur tala málefni og mér varst vanta svolítið hjá demokratum að setja kannski eitthvað eitt mál í forgrunn annað en bara ekki Trump. Þar mátti líka sjá svona endurnýjun, þar voru að koma frambjóðendur úr svona hópum sem ekki eru vanir að tilheyra elítunni, AOC í New York náttúrulega þekkt dæmi það var miklu víðar sem að voru svoleiðis frambjóðendur en endurnýjunin í Biden Kamala ekki alveg eins skýr eins og var svona vonanistinn í kosningunum 2018 ef við ekki að láta Einar Gunnar flokksbundin demokrata svara fyrir þetta, okkur var ekki hægt að ná þessari svona endurnýjun sem að fól í sig svona ákveðna von, einhver svona vonanista, okkur nær hún ekki svona skýrara inn í forsetakosningar? Fyrst þú stillir mér svona fyrir veg, þá myndi ég telja að það væri hugsanlega vegna þess að við þurfum á því að halda að Biden verði kosinn forseti, þannig að það borgar sig ekki að hrekkja fólkið of mikið, hræða það ekki of mikið með of framsóknum hugmyndum til dæmis heilbrigðiskerfi fyrir alla eða hætta menga og þar fram eftir göttunum. Þetta gæti verið fóður fyrir republikana til þess að
miklu frekar klikja á Biden heldur en ef það bara, þetta spurningum lýðræði landsins versus Donald Trump. Ertu svona vinstramegin í flokknum, myndir þú segja, Einar Gunnar? Þú svona frekar, vinstramegin í demókratum? Ég born í bró, sko. Já, þannig að vonin ykkar þá að Biden farðan inn og ykkur takist á að hafa áhrif á stefnumálans svipaður raunverulega gerðist með FDR, sko, sem var ekkert sérstakur vinstri maður, það var bara vinstri hluti flokksins náði raunverulega að fá hann til þess að fallast á New Deal og öllu því sem það fylgdi. Þetta draumurinn hjá vinstri demókratum? Já, ég ætla ekki að tala fyrir alla, fyrir mig, já, vegna þess að það er kannski ekki alveg líkur saman að jafna hvernig efnahagslífið var eftir upp úr kreppunni þegar FDR steig á stokk, sko, heldur það er ekki gott ástandi núna og það er ekki að batna með COVID og þar fram eftir gott núna, þannig að það er kannski komið grundvöllur fyrir öðrum New Deal, sko, og með því að kveikja eld undir rassinum á Biden ef hann verður forseti. Hvað segir þú, Magnús? Þegar þetta sem gott plan hjá þeim sem að vilja ná inn svona mannúð inn í bandarískt samfélag að tróða Biden inn eins og trójuhesti og svo hlaupa svona litlir radikalar eins og Einar Gunnar út og breyta stefnunni? Já, sko, þetta svo, skilur, þú ert með tveggja flokka kerfi, þá er þetta mjög skynsamlega niðurstaða, skilur. En hvort skynsamlegt er akkurat rétt núna ég ekkert alveg 100% á, eða þannig. En já, þú ert með tvo flokka, valið ekkert rosalega einhvern veginn mikið. Og þegar flokkurinn kemur með Biden og öllum líka vel með Biden þú veist, nice og hann genuinely nice. Hann hringdi í Blake fjölskyldun, skilur, hann rosalega góður svona one-on-one. En hann nægir ekki að skilur að fylla stadium og þú veist, og öskra heilbrigðiskerfi fyrir alla. Hann ekki ræðumaður eins og Obama. Hann ekki Obama að þessu leyti. Nei, frábær ræðumaður. En svo má ekki gleyma því líka, sko, þetta liti aðeins öðruvísi út ef republikana flokkurinn og þá sérstaklega þingmenn republikana væri ekki slíkir leiksoppar Trump að ýta undir raskatið á honum og ekki standa upp í háruna á honum. Ef þeir héldu honum við efnið, þá kannski væri þetta aðeins öðruvísi. Þeir gera það ekki, þetta bara fullkomlega flokkur Trumps í dag. Já, þetta bara, ég meina maður bara skilur ekki hvað gerðist, hvernig loftinu var lyft úr dekkinu og enginn sagði neitt. Bara Romney. Já, sem betur fyrir, allavega einn maður og hann fekk góðan plús hjá mér fyrir vikið, sko. En svo eru fólk eins og Mitch McConnell, sko, sem ég held að hann sé sennilega ógeðslegasti pólitíkus Bandaríkjanna og það þarf helviti mikið til vegna þess að hann að keppa við Trump, sko. Já. Drengir, ég svona, ég vil náttúrulega fylgst með bandarískum stjórnmálum og svo svona þegar fór að líða að flokksþingunum að þá hugsaði ég best að taka smá sirpu og horfa á fréttastöðurnar og horfði á CNN og Fox og þetta og ég hugsaði aumingja Bandaríkjamenn, sko, það ekki hægt að stunda stjórnmál í þessu umhverfi, sko, það sem að raunverulega fólk, þú veist, sko, CNN ekkert skárri sem fréttastofa heldur en Fox, þótt að þú kannski kunni betur við erindið þeirra, en þetta bara talandi sko, trúboðstöðarnar sem að þú keyrðir í gegnum hana, þetta bara þannig, það bara trúboðstöðarnar hafa tekið yfir, sko, svona klassíska fréttamennsku sem að ég ólst upp við, þannig að hvar fer samtal fram í þessu landi? Það bara ekki fram. National Public Radio. Það sem 0,3% NPR
En dagar uppi á ákveðnum hlutum Ameríku, þá nærðu því ekki. Ég veist að það einhverja kirkjur bara með útástöðvar til þess að taka ykkur út, sko. Nei, það eru sem sagt NPR, National Public Radio, og þær stöðvar sem eru lokalstöðvar hérna, þær PBS sjónvarpsstöðin. Já, þetta presenterar menn allt saman hlutlausi. Þannig að það engin stefnuskrá hjá þeim, það engin æsingur eða neitt, þeir þurfi ekki auglýsingar til að halda sig gangandi. Þeir bara sækja, fá bara gefinn pening frá fólki sem hlustar á það. Og ég meina ekki, þeir geta grenja át pening frá ýmsum stofnunum og sjóðum og þar fram til göttum. En þar fer umræðan fram og þar hef ég flestar mínar upplýsingar og ég les netútgáfur af New York Times og Washington Post. En í svona sundruðu landi? En eins og ég sagði í byrjun, þá þetta ekkert, það engin grundvöllur. Það búið að eyðileggja grundvöllin til einhverja umræðina. Þetta bara annarkvort eða. Annarkvort ertu hérna megin eða ertu hérna megin. Já. Ok, þá við erum með þetta ástand í landinu og við erum með 2 framboð. Annað framboðið kemur með svona klassískt erindi stjórnmálafólks og segir við þurfum að hafa samstöðu hérna, við verðum að sameina Bandaríkin aftur, við verðum að finna sameiginlega lausn út úr þessu og við verðum að rata sameiginlega út úr þessu. Þetta Biden. Hinum megin Trump sem bara ætlar ekkert að boða þetta, sem segir bara við ætlum að vinna. Þannig hann elur á sundrung og það sem ég hugsa saklaus drengurinn upp á Íslandi þegar ég hugsa þetta. Og ég man að einn morgun þá vaknaði ég upp allt í einu við að, heyrðu, hann mun vinna. Og ef að sundrungin vinnur í Bandaríkjunum, þá munu stjórnmál á Vesturlöndum loga, ég segi ekki áratugum saman, en það verður svo alvarlegt mál að það muni sprengja upp öll stjórnmál í svona okkar heimsluta. Það segir þetta svona spádómsorð. Já, þetta svona, já. Þetta alveg rétt, eða skilur þú? Þetta tilbúið, annar að bjóða upp á samstöðu, hinn ekki. Ég alveg hjartanlega sammála Gunnar og þess vegna víki aftur að þessu kosningamáli, þessu eina kosningamáli, ekki Trump. Já. Og þess vegna ættu við að fylgjast með þessu. Sumt náttúrulega við lifum bandaríska öld og Bandaríkin hafa stórkostlega áhrif á okkur, ekki bara út af hernaðarmætti sínum og efnahagslegum styrk, heldur líka bara menningarlega og fleira. Við lifum öll eiginlega innan í bandarísku öld. Sem að kannski tengist því sem ég langaði líka til að spyrja ykkur því að þið hafi búið þarna úti lengi. Má ég spyrja þig, Magnús, hvað þetta gerir þarna og hvenær flúið í Ísland? Ég fór fyrst 94 til 97 í mastersnám í Rutgers í New Jersey og í myndlist og síðan bjó ég í New York í Brooklyn í nokkur ára eftir það. Síðan rann ég út af vísa, mátti ekki vera lengur og flutti heim tímabundið, kynnti síðan konu sem var frá Miami og fluttist 2004 til Miami. Það var ekki alveg flótti en kannski svolítið flóttalegt. En ég hafði aldrei komið til Miami áður eða vitað neitt annað en Miami Vice þá borg. Og var í svolítið sjokki í svolítið tíma. En leitstu á Bandaríki sem staðurinn þar sem allt getur gerst, þar sem ég meina, ef maður ætlar að stunda myndlist, að maður ætti að vera þar, eða var eitthvað þannig sem list á Bandaríkjum þá? Kannski ekki Miami. Ég var að segja þér alveg, nei, kannski ekki Miami. Fyrsta ást mín á Ameríku fékk ég í fyrst skipti þegar ég kom til Ameríku, en hún var jarðfræðileg. Bandaríkin sem jarðfræðilegt dæmi er stórkostlegt. Það bara að stíga fæti niður á New York, einhvern veginn, bara svona New York bergið, það einhvern veginn, vakti eitthvað í mér. Og ég ferðast út nánast öll fylki Bandaríkjanna. Bandaríkin eru stórkostlegt landslag.
og fjölbreytt og svo allt öðruvísi. Ísland alltaf einhvern veginn svona unglingur, jarðfræðilegur unglingur og við erum öll unglingar. Síðan kemur á meginland sem er milljónir ára og þú bara finnur það. Þannig að það var svona fyrsta. Síðan, sko, ég ólst upp sem mjög vinstri á vinstri vagnum, þannig að ég hafði alltaf móti Bandaríkjunum og þar leðandi langaði mig miklu frekar að fara til Bandaríkjanna heldur en að nema í Evrópu sem ég hafði ferðast hvort sem út á suður. En svona, sko, Bandaríkin, hvað sem þú segir Bandaríkin, þá er samt sem áður, sko, bandarískt samfélag bandarískt samfélag ekkert gott samfélag. Bandarískt samfélag frekar slæmt samfélag. En það eru plúsar í þessu slæma litrófi. Það auðvitað ameríski draumurinn sem ég var aldrei elta og minn aldrei elta eða þannig, en það samt, skilur, þú talar við fólk sem hefur komið til Bandaríkjanna með ambisjónir og hluti frá einhverjum öðrum stöðum, skilur, jarðarkringlunar og fær rými til þess að þroskast og svona elta það sem það vildi elta eða þannig. Og það ekki öll samfélög í heiminum sem hafa þetta. Og hafa Bandaríkin reynst þér, má ég spyrja því, hafa Bandaríkin reynst þér vel svona persónulega? Hefur það góðan tíma? Já, mjög góðan tíma. Ég ekki Bandaríkjamaður, ég hef aldrei gefið upp íslenskan ríkisborgararétt, ég íslenskur ríkisborgari, en sko, og svona hlutverk mitt, skilur sem myndlistamann, að ég tek því mjög alvarlega, sko, ég áhorfandi, ég þáttakandi skilur, ég á mjög erfitt með að, skilur, ég mjög pólitískur í hugsun og svoleiðis, en ég ekki, skilur, ég ekki veggjakrottari sem, þú veist, fuck this eða fuck that, eða þannig, en þannig að ég tek bara hlutverki mínu mjög alvarlega sem áhorfandi og reyna og þá ertu með samfélag sem hefur allt. Þú ert áhorfandi og í þessu tilfelli, eins og svolítið þú varst að segja, skilur, þetta Rómaveldi okkar tíma, þetta það sem stjórnar nánast öllu í vestrænu samhengi, það þetta risaríki. En það svolítið fyndið að því við vorum að tala sko, með svona listamann, sko, það sem, að því að ég myndlistamaður, þá vinn ég einn og hef alltaf vunnið einn, þannig að það sem breyttist verið að allir hinir komu heim. Ég var ekki einn lengur eða þannig, þannig að það sem breyttist var að það voru fleiri í kringum mig en ekki öfugt. COVID rændi þig einverunni. Já. Heyrðu, Einar Gunnar, hver þín saga? Hvað dróð þig til Bandaríkjanna? Ég held bara að það hefði verið kanasjónvarpið, sko. Í gamla dagar, sko. Ég fjall alveg kolflatur fyrir því á heimili hérna frænkum, já, Kompa, 12 O'Clock High, Roy Rogers náttúrulega, sko. Felix the Cat, sko, maður, já, lifði mig inn í þetta allt saman. Svo náttúrulega fór systir mín að vinna fyrir loftleiðir á Kennedy. Þannig að mér auðnaðist tækifæri til að koma hérna á heimsækja minnst einhvers einu sinni á ári og dvelja í mánuði senn og jafnvel eitt sumar, 13. sumarið, þannig að þetta var komið í mig og það endaði með því náttúrulega að þegar að ég var búinn að skapa mér smá grundvöll í auglýsingabransanum heima, þá ákvað ég að fara til Ameríku og læra þetta. Og held ég til að gera garðinn frægan líka, sko. Fyrir viki ég hálfgerður garðarhólm, sko. En já, hlæðu bara. En
Já, og svo bara ílendismadur, alveg eins og Magnús, maður var á vísum, ég fór í skóla, lærði í grafíska hönnun í Passion School of Design. Ég hefði byrjað í bransanum sem skrifari og alveg óvart, var ekkert að leita því, mér langaði að vera blaðamaður. Og vann sem ljósmyndari á Vísi í den tíð og þegar Þorsteinn Pálsson var ritstjóri og var alltaf að grenja í honum að fá að skrifa og það gekk aldrei. En allavega, og já, það var innblásturinn var svo, fyrir nú aftur í tíma, innblásturinn var það að systínin gaf mér All the President's Men bókina. Og ég sagði, já, ég ætla að vera blaðamaður, þannig að ég ætlaði í Kent State í Ohio og allt það, sko. Og svo náttúrulega var það ekkert að þessu, maður var óvart auglýsingarmaður og ég datt inn í þennan bransa og tókst að framlengja öllum vísum og svo kom grannkort og svo kom, ég ríkisborgari og kona mín líka, sem að við gerðum einfaldlega vegna þess að Ísland leyfði það og B að við gátum loksins kosið eftir öll þessi ára borga skatta, þá gátum við loksins fengið representation without taxation. Þannig að við fyrstu kosningar sem við tókum þátt í var að kjósa Obama 2012. Og ég var í þessum bransa, 20 ár eða svo, til 2005 að ég datt út. Og þá datt ég óvart inn í leiklist sem ég er búinn að vera að guggla í síðan pluss það að aðaltekjurnar hefur nú engin tekjur af því að vera leikari í Bandaríkjunum nema þú komist á það stig að vera Tom Cruise eða einhver slíkur sko en sem aldrei að vita Einar. Það er ennþá séns ef einhver að horfa á þetta já. En hvert var ég að fara? Já, en ég hef sem heitir, ég veit ekki hvað orðið er íslenska orðið, frílans. Ég frílansar sem auglýsingarhönnuður. Þannig að ég allavega kem með einhverjar tekjur inn í húsið en að mestu leyti síðustu 15 árin er ég búinn að lifa á konunni minni. En þú verður ástofkin af Bandaríkjunum svona 13 ára, unglingaást. Hafa Bandaríkin staðið væntingar Einar Gunnars 13 ára? Dreng sem að sá einn stóra heim koma fábreytinni á Íslandi? Lengi vel. Og svo í kringum 2000 þá fór þetta að halla aðeins á þetta allt saman. Og já, í framhaldi af 9/11 og síðan stríðin í Írak og allir þeirri vitleysu og þeirri mannvonsku sem að síðan kom upp úr og hefur grasserað síðan og stigaukist. Þannig að ég verða til þess að vera sanngjarn verði ég að segja já. En það með þessu, hvað ég var að segja, þessu kavíati að þetta endaði ekki eins og vel og ég ætlaðist til. Þú upplifir það að sko risinn eða stóra skrýmsli, það er veikt. Bandaríkin gangi ekki heil til skógar. Nei, ég alveg á sínum tíma sko kolfjall fyrir þessari frelsishugmynd. Ég meina stjórnarskrá Bandaríkjanna held ég að sé eitt merkilegasta plagg sem nokkurn tímann hefur skrifað. Og mér fannst bara þessi hugmynd, bara þess virði að það hlýtur að vera gott og eiginlega bara best að búa í Bandaríkjunum. Þannig að svo sér maður að þetta er allt bólugrafið sko. Og síðan kemur þetta himbi þarna með hárkolluna sko og framkallar allt það sem annars vegar hefur verið í bak við tjöldin í öll þessi ár. Gís upp rasismin og hatrið sem að bjóða í þessu samfélagi sem Magnús lýsti áðan sem að er kannski ekki gott samfélag að það magnast upp þegar að Trump kemur. Já, hann lætur sjá sig. Hann var rasismin. Ég held að hann hafi alltaf verið hérna. Sko. En hún var haldið niðri vegna þess að það var gott fólk sem að leitt okkur og það var fólk sem var manngott. Og svo kemur fólk sem að bara allt slíkt skiptir engu máli lengur þetta. Maður tala ekki svona hrikalegu narcissisti eins og Trump sko sem að, ég meina, það er annað að vera egoisti sko, en hann er, ég meina, upptrumpaður. Magnús, þú ert áhorfandi, Magnús. Horfir þú á Bandaríkin og sérðu
sérðu að sko, þetta sé veikt samfélag, að það sé svona einhverjar svona einirjur þarna sem að gjósa upp, þetta sé í vondu ástandi, State of the Union? Já, algjörlega, sko, en sé megu ekki gleyma heldur að sko þegar Obama var kosinn, skilur, ég hef aldrei upplifað aðra eins, skilur, það fóru allir út þegar var tilkynnt sigurinn og það var bara Miami, sko, glóði og þú fannst það var svo rosalegar eftirvæntingar settar á hann og þetta voru núna í einhverju perspektífi, þá var þetta sko golden year eða þannig, þessi 8 ár með forseta sem var með skilur móralst og öllu leyti eins fullkomin forsetis og forseti gæti verið, en það breyttist ekkert mikið. Það er þetta inngróna mein einhvern veginn sem breyttist ekkert. Það var sett svo mikið, skilur, þeir gáfu honum Nobel áður en hann var búinn að skála fyrir að vera orðið forseti, skilur, það var svo sett svo rosalega mikið á hann. En undir kraumaði sko þessi og Trump skilur strax þá þetta birther movement að hann væri ekki bandaríkjamaður, hann væri skilur, hann aldrei bakka með það var allt niðri, en sko hatað hann sko ekki sko hatað hann af forsendum eins og Mitch McConnell, hann sagði bara nei, ég ætla ekki að gera neitt hann bara lokaði skilur við, og þá einhvern veginn við getum sagt einhvern veginn, þú veist og það sem ekkert alveg ljóst, skilur 2 skref áfram, þetta 2 skref aftur á bak eða þetta sko 4 skref aftur, skilur, var ekki alveg öruggur en það sko risastórt mein í bandarísku samfélagi og það má kalla það sko rasisma, það rasíst. Það eins og sem sagt að borgarastyrjöldin hefur ekki alveg settlast. Ég hef oft viðrað þá kenningu að ástandið í dag er Obama að kenna. Ekki honum persónulega, heldur því að hafa svartur maður settur í hvítt hús. Og þar byrjaði allt þetta ergilsi, sko, að fólk, ég meina þetta, ég allt í einu að fara að bukka mig og beygja og taka ofan hattinn og setja hönd á hjarta og þegar þessi maður annars vegar, nei. Þá gaus upp hatrið og Trump raunverulega sveif á þeirri haturbylgju inn, hann bjó hann ekki til, hatrið var til. Það mín kenning. En ég er alveg samanlega Magnúsi, sko, ég man það þegar Obama var kjörinn, sko, þetta var, maður grét og ég var akkurat nýra á Manhattan, ég var meira að segja á Times Square þegar hann sór eiðinn og það bara stoppaði allt saman, það voru 1000 manna sem bara stoppuðu og gónduðu upp á að risastóran skjá í klukkutíma meðan hann bara, og fólk, allir þekktust, ég meina það lá við að fólk faðmaðist. Þetta var meiri aftur. Ég var í Vestur-Afríku þegar hann var kosinn og þar grét fólk líka. Það var alveg stórkostlegt að upplifa þetta þar, þessi fréttum að veri svartur maður kosinn í Hvíta húsið. Ég var eiginlega bara á Þrælaströndinni. Það var alveg það bara fór svona bylgja allt samfélagið og það bara lyftist allt. Það var gríðarleg von sem var bundið við hann. Cornel West sem nú gagnrýnandi hans, demokrati, vinstri sinnaður demokrati eins og Einar Gunnar, hann sagði sko að Obama hafi snúið sér að kjósendum fyrir kosningarnar og spilað á vonið þeirra. Svo þegar það var búið að kjósa hann, þá snér hann sér að sínu raunverulega kjördæmi sem Wall Street og sinnti því. Já, ég nú ekki ég ætla ekki alveg sitjandi því að vera settur á sama bás og Cornel West, þó að ég beri mikla virðingu fyrir honum, en ég ekki alveg jafn svakalegur hann. Þetta var hans lýsing. Já, ég hef heyrt þessa lýsingu. Herðu, að því að tala við ykkur, að þá eiginlega verði að spyrja ykkur svona í loki, fylgist eitthvað með ástandinu á Íslandi? Eru þið svona með litlu tá einhvern veginn inn í íslensku samfélagi?
aðeins. Ég get sagt þér það að hérna í gamla daga þá hristi maður alltaf hausinn yfir því hvað Ameríkumenn vissu lítið heiminn. Svo þegar maður er búin að búa hérna í öll þessi ára þá ger ég mig grein fyrir því það bara einfaldlega vegna þess að það svo mikið sem að gerist hér sem maður þarf að fylgjast með. Maður getur ekki hugsað allt hitt líka. Sko. En ég reyni eins og ég get að fylgjast með því sem að gerast heima og hérna, en ekki, ég meina, það er engan veginn að ég geti komið og tekið þátt í einhverju alvarlegri umræðu og haft eitthvað hann að segja annað en þetta bara það sem mér finnst, þetta eru mína tilfinningar, ég get ekki talað sem sagt, neitt faktúelt, sko. En þú kemur annars lagi til að upplifur það að Ísland sé að þróast vel, að sé að verða betra samfélag, eða eru við líka kannski að svona töltinu og eftir Bandaríkjunum? Hérna er punkturinn, sko. Maður gerir það alltaf hérna í Ameríku. Maður reykir sér að gamla landinu, sko. Það segir, nei, við gerum þetta ekki í Íslandi. Sko, Íslandi, ef þú ert veikur, þá ferð þú bara á spítala og enginn spyr eitt eða neitt, sko. Það er bara allt frágengið, sko. Og síðan líði einhver ár og ég kem heim til Íslands og þá er mér sagt, nei, nú þarfst að borga þetta fyrir að hitta heilsugæslulækninn og svo þarfst ekki að borga þetta fyrir þú fyrir. Allt í einu er þetta farið að hvað á að einkavæða heilbrigðiskerfið, hvaða helvítis vitleysa er þetta? Maður getur ekki stært sig að því lengur í Ameríku. Og þar fram eftir gott. Ég skal klikka út með þessu. Ég tek eftir því að mér finnst að þetta sé hérna kraumandi heima. Eitthvað sem gæti orðið eins og það sem að gerast hérna í Ameríku. Svona stál í stál kjaftaði, sko. Í staðið þess að menn setjast niður og segir, við leysum úr þessu, þar sem að allir geta verið ánægðir, allavega í einhvern smá tíma og síðan höldum við áfram og leysum úr næsta. Í staðið fyrir að vera my way or the highway, sko. Mér finnst þetta að vera það sem farið að bera töluvert á þessu á Íslandi og mér finnst það leiðilegt. Magnús, hugsað þú heim? Já, ég fylgist mjög vel með öllu sem gerist heima. Finnst þér Ísland verða betra eftir að þú fórst eða hvernig upplifir það þegar þú kíkir? Nei, ég fór sko, ég var í sama bransa, ég var inn á auglýsingastofu þarna upp úr 2000 þegar ég kom þarna heim í millibilinu og sko frá 2000 til 2004 þá gerist það er þarna fyrsta .com bublan en skilur þá sá maður sko Íslands samfélag á hraðferð inn í svona það sem ég seinna gerði mig grein fyrir er miklu meira svona amerískt samfélag sem er svona samfélag hroka það er þetta að geta komið fram sínum málum af miklu meira hroka heldur en af einhverju einlægni eða einhverju samfélagslegri hugmynd eða svona það bara þessi svona átróningur eða fólk beitir bara aflinu, menn er ekki það réttlæta neitt, menn bara keyra á aflinu. Nei, já. Og þá leysist upp þetta mynstur sem við báðum skilur sem var Ísland, sem var svolítið svona við erum í þessu saman eða þannig, svona þessi samfélag og Ísland er svo lítið það þarf svo lítið til að raska svona kerfi. Það þarf bara í rauninni nokkra eða þannig og þá er þetta þessi og það er svolítið kannski umhugsunarvert hvað svona þessi lýðræðislega samkennd er brothætt. Maður sér það og sko svolítið það sem Trump hefur kennt mér að ég hef aldrei fylgst jafn mikið með hvernig sko Bandaríkin eru byggð upp, hvernig stofnarnar eru sjálfstæðar og hvernig svona hlutir virka. En þegar hann byrjar að ráðast á þá fer maður að skoða, jú, býtu er sko póstþjónustan eða þessi eða skilur þá sér maður hvernig svona kerfið var byggt upp, að pólitíkin var einhver staður en síðan voru svona stofnanir sem héldu upp í samfélagi voru frekar ópólitískar en hann sko pólitíkes ég veit ekki hvernig ég á að segja það hann setur stjórnmáli inn í alla þræði sína, allar ákvarðanir, allir hlutir, allt hefur agenda, allt hefur
sko svona hrokakendan svona agenda eða þannig. Það Við höfum svolítið lifað við þetta á Íslandi. Við höfum svolítið lifað við þetta á Íslandi að það hafa verið dómarar valdir út á flokkskírteinni og Póst- og símamálastjórinn í gamla daga og eiginlega allir sko. Þú kannski ekki einu sinni orðið yfirkennari sko í skóla í Reykjavík að þess að vera í Sjálfstæðisflokknum. Þú veist ekki lóð og veist ekki lán og þannig að við þekkjum þetta svona þetta. Það kannski öðruvísi í þessum smáa skala sem þorpið á Íslandi heldur en þegar þetta komið út í ógnarstórt samfélagi eins og Bandaríkin. Já, og sko leiðin tilbaka þetta miklu auðveldari í smærra samfélagi heldur en í Rómaveldi eða þannig. Herðu, ágætu menn, ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma að spjalla við mig og hjálpa mér að skilja Bandaríkin og þann tíma sem við lifum aðeins betur. Líka hvernig Ísland lítur út frá þeim sem eru löngu farnir og horfa aftur og það römm sú taug sem að tengir ykkur við Ísland. Ég vonandi að fara allt saman vel hjá ykkur þarna í Bandaríkjunum og treysti því að þið vinnið að því að við megum ekki við því að Bandaríkin logi upp og sá logi fari út allan okkar heimsluta. Við reddum þessu, strákar, eins og sagt Við reddum þessu. Ég þakka ykkur aftur og hlustendur fyrir að eyða tíma við að hlusta á okkur. Við höldum áfram hérna við Rauðaborðið. Á morgun klukkan 8 verður önnur dagskrá og hérna á samstöðunni eru fleiri þættir. Ég hvet ykkur til að fara á síðu samstöðurinnar bæði á Facebook og svo líka til samstöðun.is. Þar getið þið meira þess að farið inn og gengið í Alþýðufélagið sem er svona fjárhagslegur styrktaraðili á bakvið samstöðuna því að einhver leyti eru fjölmiðlarnir okkar fallnir og þá dettum við aftur niður á svona hugsunarblaðamennsku eins og samstöðunar. Næstu því í business modeli trúboðsstöðvana sem Magnús keyrði í gegnum sem þáttastjórnandir endar með því að hvetja hlustendur til þess að styrkja stöðuna. Þannig er það hjá okkur. Við þakkum fyrir í kvöld, eigið gott kvöld.